Ok, við eigum að elska náungan. Já. Við eigum að elska alla, við eigum að elska samfélagið með róttækum kærleika og vera sjálfsfórnandi. Yes. En kennsla Nýja testamentsins beinist og hefur meira með það að gera hvernig kirkjan, samskipti kirkjunar við kirkjunar heldur en samskipti kirkjunar við heiminn. Það að segja, það er talað það og þú veist, sumt hvorugt að því skilur en það bara kennsla það hvernig kirkjan ætti að koma fram í heiminn og vera búðandi og sína vildingu og kærleika og þjónustu en síðan hlutfarslega sjáum við meiri áherslu á samskipti innan kirkjunar og þjónustu og elsku og eitt svona svolítið skýrt dæmi það Galatarbréfið 6:10 þar sem stendur þess vegna skulum við meðan tími til gera öllum gott öllum og engum trúbræðrum okkar eða trúsyskinum og þá spyrir maður sig eigum við að elska kirkjuna meira heldur en samfélagið ég myndi ekki segja þannig. Nei. En kannski með öðrum hætti. Já, og þetta snýst kannski það að við við leifum okkur ákveðna hluti innan kirkjunar og í samskiptum við okkar trúsystkini heldur en við myndum gera gagnvart öðrum sem eru ekki endilega innan kirkjunar. Já, sem bara sjálfsagt. Bara ólíkir vettvangar. Það er það. Og mjög gott vers hvað þetta varðar hérna í Hebreabréfinu 10. kafla. Mæli með Hebreabréfinu öllu. En 10. kafli, 24. vers. 24. og 25. Byrjum innan 24. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hvern annan til kærleika og góðra verka. Og svo 25. vers vanrækið ekki samhjálparsamkomur samkomur á 50 mæli mikið með en hér stendur vanrækið ekki safnaðarsamkomur ykkar eins og sumra siður heldur uppbörðu hvern annan og því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Þarna er talað í rauninni bara að þú veist við eigum að við eigum að sína hverjum kærleika við eigum að bara við eigum að leyfa okkur að uppörva og líka bara call out skilur og við eigum að bara svona svolítið mætti segja að við eigum að leyfa okkur að vera svona aðeins meira intense og aðeins meira intentional gagnvart okkar trúsyskinum skilur og af því að eins og stendur annars staðar að og eins og segja, I'm paraphrasing en að sá kærleikur sem að við munum þekkjast af þeim kærleika sem við eigum til hvers annars að við eigum að þekkjast á því sem lærir sem ég svo á því hvað við elskum hvern annan mikið og þannig að þess vegna þurfum við að gera það mjög meðvitað og við erum þetta mjög gott dæmi einmitt bara ástina og líka bara þessi uppörfun þegar ég var yngri og svona elst upp í kirkju sem heilbrigð ófullkomin vill bæta það sem má betur fara en biblíuleg en hún var samt alltaf að tala kærleikann og var alltaf að tala skilur það var alltaf svo mikil uppörfun og það var alveg svona harður sannleikur líka það var bæði eins og sem var heilbrigð en það var samt upplifun mín var það síðan þegar ég fór að lesa í biblíunni þá fannst mér vera meira af bara hörku og meira heilagt og meira réttlæti og óþægilegir hlutir heldur nýtt í kirkjunni og ég fullviss það að það staðir fyrir bæði í kirkjunni og sem en svo er þetta sem að er svo nauðsynlegt að við eigum að uppgöra gefum gætur á hver öðrum og uppbyrgu hver annan á ensku held ég að það stendur daglega því fremur sem við sjá að dagurinn færist nær hvetjum hvert annað við þurfum á hvatningu að halda minnst það svo fallegt og annað kannski svona og hinn hliðin á sig, harkan og fyrir utan það ég held að predikunin í kirkju ætti að vera uppbörandi ég held að hún ætti ekki að vera eingöngu hörð eða óþægileg hún miðpunktur biblíunar og elsku Guðstal okkar krossinn og það áhersla biblíunar og það ástand, það líka réttlæti og
eitt tím fyrir að bréfi Páls til Tímóteusar kafli 5 vers 1 finnst mér líka mjög svona góð kontrast við þessa uppbörunar pælingu í Hebreabréfinu þar sem Páll skrifar ávíta þú ekki aldran mann harðlega heldur áminn hann sem föður yngri menn sem bræður aldrar konur sem mæður ungar konur sem systur í öllum hreinleika þar að segja bara rétt eins og allt sem Guð segir við okkur sem okkur segja hvetjandi eða ávítun þá er það því hann elskar okkur og því hann sér eitthvað í okkur sem er betra heldur en hann sér hvert við getum farið, hver við getum orðið. Já. Hann sér að við getum orðið eins og hann, það er svona að segja hann stundum og Jesús við læra sína harða hluti, ávítaði það og hann hvatti þá líka og huggaði eftir því hvað þið þurftu hverju sinni og við ættum að sjá það sama í kirkjunni og við ættum að tilengja okkur það sama og eins og Páll skrifar hérna það felst ekki í því sérstaklega ekki við aldramanna konu að dæma af hörku og ávíta harkalega þegar við sem eru yngri erum ekki með sömu reynslu og eigum eftir að gera sömu mistök og þau eða álíka mistök en einhvers síður ættu að áminna bara hei, ég sé að þú ert ekki að lifa það sem þú talar þú getur gert betur hérna og hjálpum síðan hvort það eru Akkurat. Til þess að komast nákvæm og hreinsa burt það illa eða synd og mistök. Nei, akkurat og að því að til þess að þú veist, og þetta á bara við um allt að til þess að ná árangri þá þarf maður að átta sig á því hvað maður er þú veist, til þess að geta farið lengra til þess að geta tekið skrefið fram þá þarf maður að átta sig á því hvar maður stendur og þannig að hvatning er það hvetja snýst líka það að benda á ok, þú ert á þessum stað veist, og ég vil að þú tekið skrefið fram skilur, en þú ert að átta þig á því að þú ert ekki þar veist, þú ert ekki skrefið lengra þú þarft að komast þangað þannig að þarna er þú veist, og þetta er balans og þurfum að gera allt í kærleika en rétt eins og þú segir að það er svo mikið innan biblíunar og sérstaklega Nýja testamentisins sem að snýst það að kenna kirkjunni að hvetja kirkjuna og að einhvern veginn mæti kirkjuna meinar nei hvetja kirkjuna hvetja fólk og efla kirkjuna og eins og sé vissulega tala það að mæti kirkjuna við þurfum að sinna samfélaginu og það er líka grunnsforsenda þess að elska kirkjuna þarf að mæta akkurat kirkjuna er fólk en eins og sé og það er og þetta allt saman er rauninni og þessi punktur innan Nýja testamentisins að þú veist að efla kirkjuna, það er ekki bara til að efla kirkjuna heldur snýst þetta að efla kirkjuna til þess að kirkjan geti farið út þú veist að og þetta er bara eins og skilur maður gerir styrktaræfingar til þess að geta náð árangri skilur þú ert í fótbolta og þú gerir skilur hnepigur og þú ert ekki að gera hnepigur til þess að geta gert hnepigur þú ert að gera hnepigur af því það þjálfur upp ákveðna vöðva til þess að geta gert það sem þú ert að gera skilur að þú veist efla kirkjuna til þeirra þjónustu sem kirkjan er að gera og ég held að grunnstefið í öllu þessu bæði þessu þægilega og þessu óþægilega er það að við þjónum hvort öðru og við hjálpum hvort öðru eins og segir bæði að kirkjan eflist til þess að búa það út af við og sem sýnilegt fagnarerindi og líka eins og man ekki hvar Páll skrifaði hann skrifaði þú veist að allt miðar að því að við líkjumst Jesú og það er held ég bara grunn svona klassískt markmið predikunar og kennslu fræðslu í Biblíunni að við hjálpum hvort öðru að líkjast Kristi það er bara svona nokkrar hugmyndir og grófar pælingar og dæmi Nýja testamentis kennslu hvernig kirkjan ætti að elska kirkjuna hvernig ættum að þjóna hvort öðru Næsta þáttur hann snýst eða í næsta þætti ætlum við bara að taka svona svolítið saman þú veist hvað við höfum verið að tala og svona svolítið bara þú veist niðurstöðuna og svona svolítið þú veist
hvað við viljum skilja eftir úr þessari seríu Já. Og líka sérstaklega fyrir þau sem vilja dreifa efnin okkar og við Já. endilega byggjum það að þið viljið eins og sé, deila að þá er gott að deila niðurstöðu þettinum en niðurstöðu dæmis. klippunni af því að þar drögum við saman svona svolítið Já, eða það sem inngangs. við höfum verið að tala eða innganginn, skiljum eða En bara allt. þessu öllu saman bara spread the love en já, við ætlum að það er svona það er niðurstöðu kalbunum næstur, fylgist þið með Heyrumst á.